Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 21. júní. Forseti vill vekja athygli á því að borgarfulltrúi Margrét Norðdahl að setja sinn fyrsta borgarstjórnarfund og við bjóðum hana hjartanlega velkomna. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir mannréttindastefnu Reykjavíkur borgar. Samanberi 23. lið fundargerð borgarráðs frá því 16. júní og þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, góði forseti og ágæta borgarstjórn. Ég hér í dag til þess að fylgja úr hlaði endurskoðaðri mannréttindastefnu Reykjavíkur borgar og ég ætla að stuttlega renna yfir tilurðarnar og fara síðan yfir í fyrirkomulagið og vinnuna í endurskoðunarhópnum og að lokum fer ég efnislega yfir þær breytingar sem gerðar hafa verið á stefnunni sem nú liggur fyrir. Mannréttindastefna Reykjavíkur var fyrst samþykkt í borgarstjórn 16. maí 2006 og síðan endurskoðum við nokkrum breytingum sem snéru að hugtakanotkun 7. maí 2013. Í raun voru það tímamót þegar stefnan var samþykkt árið 2006 því með því voru borgaryfirvöld afdráttarlaust að segja að mannréttinda og jafnræðissjónarmið skyldi vera höfð til hliðsjónar í öllu starfi borgarinnar innan stjórnkerfisins, á vinnustöðum og í þjónustu við borgarbúa. Stefnan á að vera tæki til breytinga þannig að við getum öll tekið þátt í borgarsamfélaginu og ekki bara sum okkar. Sveitarfélögin þau gegna nefnilega veigamiklu hlutverki við framkvæmd alþjóðlegra mannréttinda og ábyrgð þeirra er mikil þegar það kemur að því að vernda réttindi jaðarsettra hópa og minnihlutahópa. Með því að koma slíkri stefnu í framkvæmd þá hefur Reykjavíkurborg skipað sér sess með öðrum mannréttindaborgum eins og til dæmis Graz, Barcelona, Salzburg, Nantes, Budapest, Gautaborg og York. Og hvert er síðan hlutverk mannréttindaborga eins og Reykjavíkur? Jú, það er að innleiða réttindi sem varin í mannréttindasáttmálum og í stjórnarskránni. Það er að gæta þess að engu sé mismunað á grundvelli ýmissa þátta og það er að tryggja þátttöku og tækifæri allra. Var þetta haft til grundvalla vinnunni í upphafi stefnunar og einnig í endurskoðunni sem fór fram á þessu kjörtímabili. Var rauði þráðurinn þá eins og nú jafnrétti kynja, þessi byggt er á jafnræðisreglunni og hugmyndinni víðtækt jafnrétti og tekið tillit til þeirra staðreyndar að einstaklingar geta orðið fyrir margfaldri mismunun. Hópurinn var þverpólitískt skipaður og auk mín voru í honum Ragnar Hansson frá Bjartri framtíð, Sabine Leskov frá Samfylkingunni, Kjartan Jónsson frá Pírötum og Magnús Sveinbjörnsson frá Sjálfstæðisflokki. Framsókn var með nokkra mannabreytingar á tímabilinu. Fyrst var Sigríður Anna Jónsdóttir tilnefnd en hún baðst lausna vegna Anna. Þá var tilnefndur Vilhjálmur Sörli Pétursson sem satt einn fund en þurfti frá að hverfa vegna kynjasjónarmiða. Að lokum kom Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir inn í hópinn og tók Jóna Björg Sætran síðan við af henni þegar Sveinbjörg fór í fæðingarorlof. Starfsmaður hópsins var Halldóra Gunnarsdóttir sérfræðingur frá mannréttindaskrifstofu og hélt hún vel utan okkur og sinnti verkefninu af alúð og fagmennsku í hvívetna. Kann ég þeim öllum bestu þakkir fyrir gott og mikið samstarf og góðar og gagnlegar umræður. Það ríkti sátt drögin sem hér eru til umræðu eftir fáeina málamiðlanir og heildina litið er ég mjög ánægð með afraksturinn. Ágæti forseti, víkjum aðeins að vinnu hópsins. Við ræddum við fjölmarga fulltrúa hagsmuna og félagasamtaka og grasrótahópa og sendum drögi til enn fleiri. Þau sem kom á fund til okkar voru Ugla Stefánía Kristjánudóttir Jónsdóttir frá Trans Ísland, Margrét María Sigurðardóttir umboðsmaður barna, Embla Guðrúnar Ágústsdóttir frá Tabú, Þorgerður Þorvaldsdóttir kynjafræðingur, Ingibjörn Pölsen umboðsmaður borgarbúa, Anna Kristinsdóttir mannréttindastjóri og Ellen Kalmó frá Öryrkjabandalagi Íslands. Þegar drögin voru tilbúin þá sendum við þau víða til umsagna, meðal annars til RIK, Öryrkjabandalagsins, Félags eldri borgara, Samtakana 78, umboðsmanns barna, Samtaka hernaðarandstæðinga, Landverndar, Geðhjálpar, Samtaka líkamsvirðingu, Tabús, UNICEFs, Félagskvenna af erlendum uppruna, Rauða krossins og Amnesty og settum við einnig drögin á netið og kölluðum eftir ábendingu frá borgarbúum og nokkur félagasamtök svöruðu og gáfu álit og skóla- og frístundasvið einnig og einn borgarbúi sendi inn athugasemdir.
Einnig voru drögin kynnt í öllum fagráðum borgarinnar á sviðum hennar og send á þjónustumiðstöðvar og óskað var eftir umsögnum. Vann hópurinn síðan úr öllu þessu, öllum athugasemdunum, ræddi þær og færði þau atriði inn í stefnuna sem bætt hana. Það hefur sem sagt verið, þetta var heilmikið vinna og mjög víðtækt samráð sem við höfðum. Mannréttindastefna sem hér liggur fyrir byggir að meginstefnu til og fyrir stefnu eins og áður hefur verið komið fram. Í henni er unnið með 4 meginsvið Reykjavíkurborgar, Reykjavíkurborg sem stjórnvald, sem atvinnurekandi, sem þjónustuveitandi og sem samstarfsaðili og verkkaupi. Hins vegar eru nokkrar mikilvægar viðbætur og nýbreytni og tekið var mið af öðrum stefnum sem Reykjavík hefur sannarlega samþykkt eins og menningarstefnunni, atvinnustefnunni, starfsmannastefnunni, innkaupastefnunni, upplýsingastefnunni, forvarnastefnunni og umhverfisstefnunni sem og annarri samþykktri stefnumörkun. Nýbreytni og mikilvægar viðbætur við stefnuna eru meðal annars eftirfarandi. Í henni er ekki gengið út frá því að fólk kjósi að skilgreina sig sem annaðhvort karlkyn eða kvenkyn heldur geti verið kynsegin. Í aldurskaflanum er meira áhersla lögð á réttindi barna og lýðræðislega aðkomu þeirra ákvörðunum en áður var gert. Í heilsufarskaflanum var líkamlegu atgervi bætt við og í 7. kafla kynhneigð var kynvitund, kyntjáning og kyneinkennum bætt við. Í 8. kafla trúarbrögð og stjórnmálaskoðanir var trúleysi og lífsskoðanir bætt við og í 12. kafla sem fjallar Reykjavíkurborg sem samstarfsaðila var Reykjavíkurborg sem verkkaupa bætt við. Nýir kaflar komu einnig inn eins og 7. kaflinn holdafar og líkamsgerð, 10. kaflinn umhverfið og 11. kaflinn öryggi. Allt eru þetta mikilvægar viðbætur og atriði sem eru samofin réttindum manna allan heim. Sjálfbær þróun, fríður og öryggi eru forsendur mannréttinda og samspil mannréttinda, lýðræðis og réttaríkis haldast í hendur við umhverfið og þá stefnu sem verður til í samfélagi manna. Orð eru til alls fyrst er málsháttur sem við þekkjum öll. Allt hefst nefnilega þegar við færum eitthvað í orð. Og með orðum hefur oft það sem er hulið verið gert sýnilegt. Það höfum við líka haft til hliðsjónar í vinnunni við mannréttindastefnuna. Við höfum lagt okkur fram við að gera hópa sem oft fá of litla umfjöllun eða hreinlega gleymast sýnilega. Á þetta til dæmis við fatlað fólk, börn, fólk af erlendum uppruna og hinsegin fólk. Það skiptir sköpum að jaðarsettir hópar og hópar með lágværa rödd njóti sömu réttinda og aðrir hópar og séu metnir af verðleikum í borgarsamfélaginu. Við eigum öll tilveru rétt í Reykjavík. Reykjavíkurborg þarf að endurspegla fjölbreytni borgarbú í öllu sínu starfi og vinna heildstætt eftir samræmdri mannréttindastefnu, til dæmis eins og í mannaráðningum og þjónustuveitingu. Með stefnunni er lagður grunnur að því að fólki sé ekki mismunað og að allir hópar hljóti viðurkenningu og séu sýnilegir. Að þjónusta sé markvissari og laus við fordóma eða mismunun og að gagnkvæmur skilningur skapist á ólíkum aðstæðum fólks og lífsýn þeirra. Mannréttindaborgir setja sér markmið og gera sáttmála við borgarbúa. Þær marka sér stefnu og binda hann í aðgerðaráætlun. Þær skuldbinda sig til að gera betur. Þær hafa metnað og gera kröfur bæði til borgarbúa, starfsmanna borgarinnar og kjörinna fulltrúa að virða og viðhalda mannréttindum fólks. Auðvitað getur mannréttindastefna verið íþyngjandi. Mannréttindasáttmálar eru það. En það er réttlæti. Eins er farið með þessa stefnu sem ég bind vonir við að verði samþykkt í dag. Við þurfum að vinna áfram með hana og aðgerðabindana. Mikið af því sem kemur fram í stefnunni erum við þegar að vinna með í öllu okkar starfi, en sumt þarfnast nánari skoðunar. Við þurfum að auka meðvitund það að stefnan eigi að vera til hliðsjónar í öllum málaflokkum og öllum stigum ákvarðanatöku Reykjavíkurborgar. Stundum standa stjórnendur frammi fyrir því að ekki er nægilegt fjármagn til þess og stjórnmálamenn þurfa því að tryggja að fjármagn skorti ekki til að ná markmiðum mannréttindastefnunnar. Þetta eru næstu verkefni framundan. Tækið er til, en hvernig ætlum við að formgera enn frekar þessa mikilvægu stefnu með til dæmis kynningum og aðgerðum? Forseti.
Það ranglæti að fólk fá ekki tækifæri og leiðir til að lifa sómasamlegu lífi af ástæðum sem það ræður ekki við, á meðan það til auður í samfélaginu til að bæta kjör þess og stöðu. Stofnanir samfélagsins eiga að tryggja fólki frumgæði og þær eiga að gæta þess að ekki sé brotið á fólki. Mannréttindi krefjast bæði verndarskilyrða sem veita mönnum griðland og athafnarými og stuðningsskilyrða sem skapa þeim efnislegar og félagslegar forsendur til að nýta það rými. Ég tel að við séum á góðri leið með það í þessari stefnu sé henni framfylgt. Ég ætla að ljúka þessari yfirferð á orðum Eleanor Roosevelt sem sagði árið 1958 með leyfi forseta: Þegar allt kemur til alls, hvar byrja algild mannréttindi? Þau byrja á litlu stöðunum, nærri heimilum okkar. Stöðum sem eru svo nálægir og svo smáir að þeir sjást ekki á nokkru heimskorti. Samt sem áður eru þeir veröld einstaklingsins, hans næsta nágrenni, skólinn sem hann sækir, verksmiðjan, bílið eða skrifstofan þar sem hann vinnur. Það eru staðirnir þar sem sérhver karl, kona og barn sækist eftir réttlæti öllum til handa, jöfnum tækifærum og jafnri virðingu án mismununar. Ef slík réttindi hafa ekki merkingu þar, hafa þau hvarvetna litla merkingu. Tilvitnun lýkur. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnin og hlakka til að taka þátt í umræðum mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu. Þá hefur einn borgarfulltrúi óskað því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Líf Magnúðardóttur fyrir að fara hér yfir drög að nýrri mannréttindastefnu. Það er rétt sem hún segir að hún var fyrst gerð hér 2006 og með breytingum 2013 og nú er verið að boða enn meiri breytingar á mannréttindastefnunni og þar eru margir góðir hlutir inni sem að snúa til dæmis að eineltismálum og varðandi fatlaða einstaklinga og störf þeirra hjá Reykjavíkurborg. En ég tel að þarna sé það miklar breytingar á stefnunni að ræða að ég hefði kosið að hún fengi hér efnislega umfjöllun í dag. Við fengjum síðan sumarið til þess að melta þessar breytingar og gera jafnvel enn betur með haustinu með því að koma með athugasemdir og myndum þá samþykkja á fyrsta fundi borgarstjórnar í haust. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá er andsvörum lokið. Og á næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sabine Lesko. Forseti og borgarstjórn. Þakka Líf Magnúðardóttur fyrir mjög góða greinargerð sem fór yfir þetta starf sem ég fekk að taka þátt líka. Ég tek undir orðin hennar líka að þetta var mjög gott samstarf. Það ríkti mikið sátt í þessu starfi mannréttindi og umræðinni sem eiginlega svolítið innbyggt í þessu hugtaki. Hvað eru mannréttindi? Mannréttindi eru óafsalanleg. Það þýðir að það sé ekki hægt að takmarka þau tímabundin í einhverju markmið. Þeir eru ódeilanleg, sem sagt það er samhengi, það er órjúfanleg samhengi milli borgaralega, menningarlega, félagslega þætti og þau eru algild. Sem sagt allstaðar og fyrir alla. Borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir kom inn á þróun stefnunnar og það er kannski gott að benda á eitthvað sem mér finnst sérstaklega jákvætt að þessi stefna breytist úr jafnréttisstefnu í mannréttindastefnu. Og eins og var líka benda á að kynjajafnrétti hefur verið svolítið rauður þráður í þessu öllu, í þessari umræðu og getur verið það sem fordæmi og getur verið fordæmi hvernig við útvíkkum hugtaki jafnrétti á fleiri svið en kynjajafnrétti. Þegar við erum að ræða mannréttindi þá erum við að tala grunnréttindi borgara gagnvart yfirvöldum og þess vegna erum við að skoða og setja þessa stefnu fram með tillit til þjónustu Reykjavíkurborgar en
mannréttindi fela líka í sér skuldbindingu yfirvalda að vernda einstaklinginn frá brotum annarra. Ég held það mjög mikið í þessu samhengi. Við getum notað mannréttindagleraugun eins og við höfum lært að nota jafnréttis og kynjajafnréttisgleraugun. Það þarf ekki endilega að þýða að í hverju einasti ráð eða starfsstöð þarf að vera ákveðin fjöldi af öllum minnihlutahópum, en það getur hvatt okkur til þess að skoða stöðu alla þessari minnihlutahópa. Ef við sjáum að það hallar á einhverjum þeirra, þá getum við tekið viðeigandi ráðstafanir. Af því að þetta snýst réttindi og möguleika fólks til þátttöku. Mig langar að benda á eitt sem við bættum við í þessari stefnu og það eru orðskýringar. Og ég held að mikið bót fyrir stefnuna og þetta plagg sem þarf að vera lifandi. Af því að í umræðinu, og það segir náttúrulega að ég starfa sem þýðandi og túlkur, þannig að orðin skipta með máli og þeir breytast. Þannig við verðum að rýna í þessu aftur og aftur og aftur, orð sem kannski eins og við kallum það oft PC, með leyfi forseta, þeir eru það ekki lengur eftir 10 ár. Og við höfum reynt að taka tillit til þess í þessum orðskýringum. Það var til dæmis, ef ég má nota dæmi kynvitund sem var tekið upp í þessu. Það mjög gott dæmi það hvernig við getum líka verið opin fyrir breytingum, taka tillit og hlusta á fólk sem þetta varðar. Af því að ég held í orðanotkun þá erum við þjáumst við oft af því sem við köllum forritina blindu. Ég hef sjálf oft mótmælt því á fundum borgara þegar hefur verið að nota orðið nýbúi. Mér finnst það ekki flott orð, en fólk segja já, en það ekkert að því. Ég meina það ekki illa, en það ekki það sama. Og mér finnst það einmitt gott dæmi, þetta var fínt orð fyrir 20 árum síðan. Mér fannst þetta frábært orð þegar ég flutti til Íslands að vera nýbúi, bara alveg eins og fólk sem flytur frá Hveragerði. En ef við notum það fólk sem búin að búa hér í áratugi, þá sendum við skilaboð að þú verður aldrei hluti af þessu samfélagi alveg sama hvað þú gerir. Þannig að ég hvet ekki endilega að kynna ykkur þessu orðskýringar og eins og ég segi þetta verður að vera lifandi plagg. Ég ætla bara mjög stutt að koma inn á kaflan uppruna á þjóðerni því að ég þekki það sérstaklega til og finnst það líka gott dæmi breytingar sem við höfum gert og eru held ég til bótar. Þar ætti ég að lesa stutt úr ákvæði með leyfi forseta 9.1. Það sem áður var sagt að Reykjavík skuli stuðla að þátttöku fólks af erlendum uppruna í þeim málefnum sem þá varða sérstaklega. Svona gott mál ef við erum að tala málefni fatlaðs fólks að eigum við að heyra í fólki sem þetta varðar og sama með fólk af erlendum uppruna. En hér breytum við því í með leyfi forseta skal Reykjavík stuðla að aukinni þátttöku fólks af erlendum uppruna í lýðræðislegri ákvarðanatöku almennt. Og ég held þetta mikilvægt breytinga sem var ekki bara innflytja kaflan heldur líka aðra kafla, að við erum að tala þátttöku fólks af öllum minnihlutahópum í störfum og í lífi borgarinnar almennt, ekki bara hvað var það þá sérstaklega. Ég held að það mjög mikilvægt eins og borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir bendi á við tökum stefnuna lengra. Að hún hverfur ekki í skúffunni, að hún hverfur ekki í hugsunarhátt að fólks að nú eigum við mannréttindastefnu og mannréttindaráð og það geta séð mannréttindi. Það má ekki vera þannig. Mannréttindi varða öll svið borgarinnar og það verður skemmtilegt að prófa mismunandi möguleikar, hvernig við getum fært það yfir á menningarsvið, á Betra Reykjavík, hvernig þáttakan það, minnihlutahópa, taka allir jafnan þátt í þessu, samgöngur, sorp,
mál, veitingastöðum. Það eiginlega óendalegt það sem við getum yfirfært mannréttindastefnu og ég hlakka mjög til að skoða hvernig við getum gert það saman. Að lokum langar mig bara að benda á líka það sem kemur það fram með leyfi forseti ábyrgð mannréttindaráðs að kynna stefnuna að stuðla að þekkingaröflun og miðlun upplýsinga í samráði og samtali við borgarbúa og hlutaðeigandi. Lýkur tilvitnum. Þannig ég vona að við göngum hér út í sátt og með mannréttindagleraugun á nefinu í öllum störfum okkar. Það borgarfulltrúi Sabine Leskop lokið máli sínu og borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran næst á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Drögin að mannréttindastefnunni eru ákaflega ánægjuleg skref í rétta átt að betra lífi og í betri borg. En þetta eru aðeins skref því að drögin sem er að lýsa hérna og Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi og Sabine Leskop borgarfulltrúi, þær voru að fara mjög vel yfir drögin hérna áðan sem var mjög gott. Þetta er aðeins skref í þá átt sem að við viljum komast. Við eigum eftir að ganga öll þessi skref. Ég kom seint inn í þessa vinnu eins og kom fram hér í upphafi máls Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúa en það var mjög ánægjulegt að setja þessa fundi og fá að rökræða stefnuna. Mér langar til þess að fara hérna yfir nokkra punkta í þessum 14 liðum sem að stefnan er samsett úr. Nú í fyrsta liðnum þá talað grundvöll mannréttindastefnunar og hún byggir á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og ýmsum alþjóðlegum sáttmálum að sjálfsögðu. Og í stefnunni á að hafa jafnræðisregluna að leiðarljósi í öllu starfi og því miður þá er því nú ábótavant á ýmsum sviðum borgarinnar í dag og þess vegna mjög gott að þetta komi fram í stefnunni, áherslun á þetta. Eins ber að fara eftir öllum jafnréttislögum og nú er verið að tala öll kyn, það er eitthvað sem við þurfum öll að venja okkur á, það er ekki bara kvenkyn og karlkyn, heldur þurfum að fara að þjálfa okkur í orðræðinu öll kynin. Þetta er jú nýtt viðhorf, það er svona spurningu það hvernig það gengur að koma þessu inn í kerfi hjá okkur allstaðar. Nú, Reykjavíkurborg er búin að skuldbinda sig til að vinna mannréttindum á 4 sviðum sem stjórnvald, sem atvinnurekandi, sem veitandi þjónustu og síðan sem samstarfsaðili og verkkaupi. Og mér finnst mjög áhugavert hvernig þessir 4 þættir eru fléttaðir inn í alla flokkana, inn í alla liðina í mannréttindastefnunni út í gegn. Og ég held að það geri þessi drög miklu öflugur og sterkari heldur en annars væri. Og sem stjórnvald þá þurfa ákvarðanatökur að vera mjög gagnsæjar. Það er jú eitthvað sem að borgin er stöðugt að vinna að. Sem atvinnurekandi þá er lögð áhersla á það að það þurfi að hlíta ákvæðum mannréttindastefnunnar bæði innan og utan starfs. Þetta er dálítið vandmeðfarið. Menningarviðburðir, það kom undir það að veita þjónustu. Eitt af því var það að menningarviðburðir þurfa að vera öllum opnir. Það er heilmikið sem þarf að vinna að í borginni til þess að svo verði hægt. Og varðandi samstarfsaðila þá finnst mér mjög áhugavert að leita eftir, það er verið að tala að leita eftir samstarfi við opinbera aðila til þess að efla nýsköpun á sviði jafnréttis og mannréttindamála. Þetta er mjög mikilvægt atriði finnst mér. Og svo varðandi verkkaupana að verktakar virði mannréttindi þeirra sem að starfa hjá þeim. Þetta er gríðarlega brýnt. Nú í öðrum flokknum eða öðrum liðnum í mannréttindastefnunni er verið að tala jafnrétti kynjanna, sem sagt öll kynin og
hvernig þarf að passa upp á þetta í ýmsum liðum ákvarðanatökum, mannaráðningum og einu og öðru. Og þar er meðal annars talað að kynbundið ofbeldi og kynferðislegt áreiti ofbeldi, það getur átt sér mjög margar birtingarmyndir og það er líka fjallað ýmislegt sem getur ýtt undir þetta. Það er mjög mikilvægt að skoða þau mál og gera allt sem hægt er til þess að efla alls konar forvarnir hvað þetta varðar. Ég hef enn ekki séð neina atvinnuauglýsingu þar sem að kemur fram eins og á að koma fram að starfi henti öllum kynjum. Þess að fólk reki upp stór augu þegar það sér slíkar auglýsingar, kannski bara til að byrja með, verðum að sjá hvernig það gengur. Það er talað aldur, að það sé óheimilt að mismuna eftir aldri. Og það er mjög athyglisvert, því að það er ekki svo langt síðan að við vorum með sameiginlegan fund borgarstjórnar og öldungaráðsins. Og þar kom athugasemd eftir framsöguerindin, kom athugasemd úr sal, þar sem að kona lýsti því einmitt að hún hefði sótt starf, en þegar það hefði komið í það sem að hún var mjög vel menntuð fyrir, en leið að kom í ljós aldurinn, að þá var sagt að hún geti farið heim. Þetta á vonandi eftir að breytast. Varðandi fatlaða einstaklinga, það verið að tala og þá er verið að tala í 4. liðnum einstaklinga með ýmiss konar skerðingar, að ráða fólk með ýmiss konar skerðingar til starfa. Og það er mjög gott mál og mikilvægt, en það er ekki nóg að ráða þessi einstaklinga til starfa. Það verður að gera svo miklu meira, það þarf að huga að aðbúnaðinum, að þeim líði vel á vinnustanum, að samstarfsfólkið kunni að taka á móti þessum einstaklingum. Það þarf að huga mjög vel að aðgengi fyrir þetta fólk. Þannig að það finnist að vera á jafnréttisgrundvelli að mæta í vinnuna. Það er svo margt sem þarf að taka með í reikningin þegar að við erum að tala þetta. Það er ekki nóg að segja við ætlum að ráða einstaklinga með skerðinga til vinnu. Það er svo ótal margt sem við þurfum að gera til þess að hlúa að þessu fólki, til þess að það líði vel og tryggja sem best má vera að þeir fái sem virkasta þáttöku í samfélaginu og verndum leið gegn ýmiss konar ofbeldi og vanrækslu. 5. liðurinn heilsufar og líkamlegt atgervi, þetta er viðkvæmt mál, tengist líka langvarandi veikindum og andlegri vanlíðan. Hver kannast ekki við það að þekkja einstaklingar sem að líta mjög vel út, en svo ef þið farið að kynnast einstaklingunum betur að þá komist þið kannski að raun það að þetta fólk er veikt á einn eða annan hátt. Það er nefnilega ekki öll veikindi sem eru sýnileg öðrum. Þetta atriði tengist líka mjög vel, finnst mér, stefnunni sem að Reykjavíkurborg er að reka á skóla- og frístundasviði varðandi að hjálpa fólki sem hefur verið lengi frá störfum vegna veikinda. Það tengist líka 7. liðnum holdafar og líkamsgerð. Síðan í 7. liðnum varðandi kynhneigð, kynvitund, kyntjáningu og kyneinkenni, að þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægur liður og vandmeðfarinn og ég kemst ekki hjá því að minnast á stundina okkar sem að var endursýnd í sjónvarpinu núna helgina. Vegna þess að þar var þjóðþekktur einstaklingur, karlmaður, spurður að því hvort hann ætti kærustu. Og hann svaraði svo listilega vel að ég hvet alla til þess að hlusta bara á sarpinn og horfa á þennan þátt og læra af þessum svörum. Það var mjög vel gert hjá honum. Svo komum við að trúarbrögðum, lífs- og stjórnmálaskoðunum og trúleysi og margt af því sem kemur þar fram, það finnst manni bara að vera algjörlega sjálfsagður hlutur. Að fólk eigi að geta
fengið að iðka sína trú hvar sem er og hvenær sem er og vera frjálst hvað verða trúarbrögð. Þarna er jú tekið samt fram að ástundun trúarbragða trufli ekki starfsemi á vinnustað. Og málið er jú það að fjölbreytileiki samfélagsins er orðið svo mikill hérna hjá okkur á Íslandi og í Reykjavík að margt af því sem að við höfum hingað til talið alveg sjálfsagt, það er farið að breytast og þarf að taka tillit til svo margra annara hluta heldur en við höfum gert hingað til. Ég tel að við getum ekki hér í Reykjavík komið öllum þessum ágætu markmiðum í framkvæmd án þess að fara í aukið samstarf við ríkið. Og ekki síst varðandi það sem er talið upp í 9. flokknum. Þar segir með leyfi forseta, gæta þar þess sérstaklega að greina stöðu kvenna, karla, hinsegin fólks og fatlaðs fólks í borginni sem er af erlendum uppruna og bregðast við ef á einhvern hópin er hallað, tilvitnun lýkur. Og þar segir einnig með leyfi forseta, þekking og menntun innflytjenda og fólks af erlendum uppruna skal metin af verðleikum, tilvitnun lýkur. Hér þurfum við og verðum við að fá miklu meira samstarfið við ríkisvaldið vegna þess að þessir liðir sem eru taldir upp þarna í lið 9, þeir kalla á svo miklu meiri túlkun, miklu meiri kennslu í erlendum málum og færni okkar hinna í að koma skilaboðunum til fólks af erlendum uppruna. Það getur ekki verið bara málborgarinnar, heldur verður við að fá stuðning haldi frá ríkinu til þess að geta staðið við þetta, því þetta er eitthvað sem að myndi nýtast allstaðar á landinu, ekkert bara hér í Reykjavík. Nú í 10. kaflanum er fjallað umhverfið á svo margan hátt og þar kemur greinilega í ljós að þar eru málefni þannig að þau samtvinnast mjög vel við það sem er verið að vinna í dag á velferðarsviði, á skóla- og frístundasviði, á umhverfis- og skipulagssviði. Það er verið að tala umhverfi, útivistarsvæði, vistvænan rekstur, heilnæmt umhverfi og það séu réttindi allra borgarbúa að njóta þessara gæða. Og þetta að mannréttindastefnan tengist svona vel því sem er verið að vinna á sviðanum í dag, það tel ég að gera þetta ennþá sterkara, verði auðveldar að koma svo mörg í framkvæmd. Í liðnum númer 11 þar sem er fjallað öryggi, það er réttur allra í borginni til að búa við frið og öryggi. Þetta er eitthvað sem að við höfum gengið út frá sem sjálfsögðan hlut, en þetta er engin sjálfsagðar hlutur. Þetta eru eftirsóknarverð mannréttindi, þess vegna er það líka sem að það eru svo margir sem að vilja koma hingað til Íslands, búa í Reykjavík eða búa annar staðar. Fólk er að sækjast eftir þessum mannréttindum, einhverju sem að við höfum talið bara væri sjálfsagt. En öryggi þar líka að þurfa ekki að búa við andlegt eða líkamlegt ofbeldi eða einelti eða aðrar ögranir til dæmis á vinnustöðum borgarinnar. Allt þetta og að fara að leggja meiri athygli eftir að fylgjast vel með. Það kemur líka berlega fram í 12. liðnum þar sem er verið að tala ítrekka að Reykjavíkur borg muni krefjast þess að fyrirtæki sem að borgin er að kaupa þjónustu af, að þau fyrirtæki virði mannréttindi og mismuna ekki fólk á vinnustöðunum, starfsfólki sínu. Og mér finnst mjög jákvætt að þarna kemur fram í drögunum að Reykjavíkurborg mæli með því að þessi fyrirtæki setji sér mannréttindastefnu með mælanlegum markmiðum. Í 13. liðnum þar er verið að tala upplýsinguöflun og markmiðlun og miðlun upplýsinguöflun og miðlun. Þar eigum við því miður held ég dálítið langt í land. Varðandi upplýsingastefnuna með leyfi forseta,
Því þar segir borgin miðli aðgengilegu og auðskildu upplýsingaefni á tungumálum þeirra borgarbúa af erlendu bergi brotnu sem eru fjölmennastir í Reykjavík. Tilvitnun lýkur. Þarna enn eitt atriði sem að hérna leggur áherslu á það að vinna að erlendum málum, túlkun. Það þarf að túlka gríðarlegt magn af upplýsingum, auk þess að koma því á frambarlegt form. Þarna það ríkið að mínum mati enn frekar að koma inn í. Og það mikil ábyrgð sem lögð á stjórnendur starfsstaða Reykjavíkurborgar og þjónustustofnana borgarinnar. Til þess að sjá til þess að mannréttindastefnunni sé fylgt eftir. Við erum með stórt verkefni framundan sem getur gert gott líf hérna í borginni okkar enn betra. Það verða vafalítið margir kostnaðarsamir liðir þarna inn á milli. Þannig að fjárhagslega gæti þetta talið allnokkrar krónur, en það bætir mannlífið okkar á svo margan hátt. Þannig að ég held að við myndum fá það margfalt tilbaka. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Jónar Björg Sætran lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil nú byrja á að þakka borgarfulltrúa Líf Magnúðardóttur fyrir greinagóða yfirferð á þessum á mannréttindastefnunni og þeim breytingum sem að verið er að gera á henni og það er auðvitað alveg hárrétt sem hefur komið hér fram að mannréttindastefna þarf að vera að einhverju marki lifandi plagg. Það er auðvitað ákveðin svona grunnprinsip sem að hérna er mikilvægt að víkja ekki frá en það í raun og veru að það skuli vera þörf á að endurskoða mannréttindastefnu er ákveðin vísbending það að við búum í samfélagi sem er í þróun og í þessu tilviki lýsa breytingarnar í raun og veru frekar jákvæðri þróun. Það er að segja að það þykir eðlilegt núna að taka tillit til ákveðina þátta og ákveðina aðstæðna og ákveðina hluta sem kannski hefði ekki þótt svo sjálfsagðir fyrir einhverjum árum síðan. Og það er mjög mikilvægt að við séum með þetta plagg lifandi að þessu leyti. Það er að segja mannréttindi er ekki algjörlega staðnað fyrirbæri sem að gildir óbreytt ómunna tíð. Það sjáum við þetta bara á þróun mannkynssögunnar. Ég nú til dæmis ég var að horfa í gær á sjónvarpsþætti sem að fjalla postulana sem að fylgdu Jesú Kristi og þeirra hvað maður að segja aðstæður eftir krossfestingu frelsarans og þetta eru svona rúm 2000 ár síðan þetta hafi gerst og þó að vissulega sé þarna fært í stílinn dálítið þá er auðvitað algjörlega augljóst að aðstæður mannréttindi voru ekki búin marga fiska og það vill svo einkennilega til að það þarf ekki að fara 2000 ára aftur í tíman til þess að sjá aðstæður sem eru bara ekkert ósvipaðar. Það sem að mannréttindi eru virt að vettugi og manns líf í raun og veru þykir ekki neitt sérstaklega mikils virði. Þess vegna er mannréttindastefnan okkar svo mikilvæg því að mannréttindin er ekki alveg sjálfsagður hlutur og einhverju leyti auðvitað geta mannréttindi verið túlkunaratriði að fólk getur upplifað það þannig
og þess þá heldur mikilvægt fyrir okkur að hafa þetta bara svolítið skýrt á blaði, hvað erum við að meina. Ákveðin grundvallar samskipti, ákveðin svona grundvallar element í mannlegum samskiptum, hugsanlega, svona meira og minna sátt en það betra að hafa þetta bara klippt og skorið dálítið. Og mér finnst að þær breytingar sem við erum að leggja hér fram á mannréttindastefnunni séu mjög til bóta og eins og ég segi, þær bregðast við þróun samfélagsins og það skiptir miklu máli. Það kom hér fram í máli Mörtu Guðjónsdóttur, borgarfulltrúa, sem kom hér upp í andsvar við ágætri ræðu borgarfulltrúa Lífar Magnúsdóttur að ég skildi það sem svo að Sjálfstæðisflokkurinn teldi sig þurfa meiri tíma til að átta sig á innihaldi þessara breytinga og öðru slíku. Og það svo sem bara gott og vel. Við erum náttúrulega búin að þetta búið að vera í vinnu núna í 2 ár, þessar breytingar á mannréttindastefnunni. Þetta búið að fara eins og komið fram hér í máli borgarfulltrúa víða, búið að kynna þetta í ráðum og nefndum og aðilar utan borgarkerfisins hafa fengið kynning á þetta og öllum í sjálfu sér gefinn kostur á að koma með athugasemdir og það hefur verið tekið tillit til athugasemda sem komið hafa og annað slíkt. Þannig að þetta auðvitað plagg sem búið að vera í umferð og fólk haft góðan tíma til þess að kynna sér. Þannig að kannski, og ég í sjálfu sér, ég held að það sé ekkert lykilatriði fyrir okkur að það sé einhvern veginn þannig að þetta verði að samþykkja í dag, annars séu mannréttindi í hættu, það auðvitað ekki þannig. En það mikilvægt að klára hluti og það mikilvægt að klára þetta. Þannig að svona áður en ég kannski mynda mér alveg endanlega skoðun á því hvort að það sé ástæða til að fresta afgreiðslu á þessari stefnu hér fram á haustið og setja þetta í einhverja frekari umræðu. Það væri þá bara kannski mjög gott ef að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gætu komið hér upp og bent okkur bara efnislega á hvaða hlutir það eru í þessari stefnu sem að þau telja þurfi frekari umræðu eða sem að þau þurfi að kynna sér betur og hvort að það eitthvað sem að við getum, ef þetta einhver smáatriði, við getum sannlega klárað það hér á fundinum, en ef að það eru málefnileg rök fyrir því eða einhverju hlutir sem að borgarfulltrúar eru óöryggi með, þá bara rosa gott að fá það fram þannig að við getum þá nota sumarið í að ræða þetta og síðan bara þá ef út í það fer, þá getum við bara fresta því og klára þetta hér í haust. En það væri óþægilegt að fara alveg blankur inn í sumarið hvaða atriði þetta eru sem að svona vefjast fyrir fólki. En ég fagna þessum breytingum á mannréttindastefnunni og hlakka til að samþykkja hana, hvort sem það verður hér í dag eða síðar. Takk hérlega. Borgarfulltrúi Björn Blöndal loki máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúar. Ég ætla bara að byrja á því að þakka Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa fyrir að leiða þennan hóp og vera komin hér með þessi ágætu drög sem tek undir það sem sagt hefur verið, sem eru bara ágæti skref. Þó að við svona teljum okkur ekki geta samþykkt þetta núna, ég held að þau atriði sem að við höfum við þetta athuga sé jafnvel ekki hægt að leysa á þessum fundi, en það eflaust ekki langt í land. Ég leyfi mér að fullyrða það.
Þannig að þetta er kannski svona einhvers staðar á góðri leið. Ég reyndar var að heyra það svo að orðskýringar fylgdu og ég hef ekki séð þær. Voru þær líka endurnýjaðar núna en ég bara, þá allavega fylgdu þær ekki með. Þannig að það væri gaman að sjá þær. Ég tek undir það með borgarfulltrúa Sigurði Birni Blöndal að þetta verður að vera mjög skýrt. Það verður að vera algjörlega skýrt hvað við erum að meina. Og ég ætla hér að fara yfir það sem mér finnst ekki skýrt hvað við erum að meina, svo ég geti róað borgarfulltrúan, svo hann þurfi ekki að fara áhyggjufullur inn í sumarfríð og alveg blankó eins og hann orðaði það sjálfur. Þá langar mig bara að fara svona aðeins yfir það. Hluta til þetta svona eitthvað sem að flaug gegnum huga minn þegar ég las yfir plaggið og að hluta til eitthvað sem ég tel að bara við þurfum aðeins að skoða. Þannig að ef við byrjum bara á byrjunni þá langar mig til að segja mér þetta mjög vel gert þar sem þessu skipt upp í 4 flokka og fjallað hvernig Reykjavík ætlar einhvern veginn að taka utan málin með því að skipta því upp í stjórnvald, atvinnurekanda, þjónustuveitanda og svo samstarfsaðila. Mér finnst þetta mjög góð nálgun og held að hún svona geti hjálpað mikið til. Það er auðvitað þannig í mannréttindamálunum öllum að maður stundum hugsi yfir því hversu langt að ganga í að telja upp minnihlutahópa. Og maður stundum spyr sig, hvort að þetta sé komið út í öfgar eða ekki. Maður spyr sig, þetta flaug gegnum huga minn. Og hér í byrjunarkaflanum nefnt að það sé verið að vinna með mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og jafnræðisregluna. Samt ekki þar til dæmis í þeim reglum talið upp bara eins og hér að það skuli jafnræðisreglur byggja því að allar manneskjur fái notið mannréttinda án tillit til uppruna, þjóðernis, tungumáls, litarháttar, trúarbragða og svo framvegis. Hér til dæmis ekki talað efnahags eða ætternis sem samt nefnt, til dæmis bæði í jafnræðisreglunni og í stjórnarskráni. Og þjóðfélagsstöð þar nefnt, en ég meina þetta allt teygjanlegt. Þetta bara svona, maður veit ekki hvar skal. Ef við ætlum að taka alla flokkana sem eru þarna nefndir, þá held ég að ætlum að ganga alla leið og bæta svo við ef okkur finnst það að þurfa. Svo finnst mér mjög gott að hér sé bara komið algjörlega skýrt fram að Reykjavíkurborg ætli sem atvinnurekandi að vinna að því að vera til fyrirmyndar og endurspegla þjóðfélagshópana í sínu starfsmannavali. Ég held þetta sé gríðarlega mikilvægt. Ég fagna því mjög að þetta sé hér skýrt. Og hins vegar þegar ég las þetta svona aftur þá spurði ég mig, erum við ekki örugglega að meina að við ætlum að fara í starfsmannavalið svona? Er það ekki örugglega meiningin í kaflanum? Eða verið að meina að og þá hvernig? Ég svona velti fyrir mig hvernig. En mér finnst allavega markmiðið fínt. Það kemur mun í því augnamiði nýta það sem framkemur í starfsmannastefnu, atvinnustefnu, menningarstefnu, innkaupastefnu, upplýsingarstefnu, forvarnastefnu og annarri samþykktri stefnumörkun. En það kemur kannski ekki alveg, ef þetta rétt skil hjá mér, að við ætlum að fara bara í það að láta okkar starfsmannahóp endurspegla gerð þjóðfélagsins eða borgarbúa, þá finnst mér að þurfa að orða það skýrar. Svo fer ég niður í annan kaflann sem fjallar jafnrétti kynja. Þar kemur fram í kafla 2.1 að við undirbúning, og ég ætla bara að lesa beint upp úr drögunum með leyfi forseta. Við undirbúning að ákvarðanatöku og við úthlutun fjármagns, til dæmis í fjárhags- og starfsáætlunargerð,
þarf að taka mið af þörfum og viðhorfum kynja og greina áhrif ákvarðana á stöðu þeirra. Hér held ég að við séum að taka of djúpt í árinni og við þurfum aðeins að vita hvað við erum að samþykja. Ég er alveg sammála því, við erum að nota þessar aðferðir sem svo eru nefndar, tæki kynjara, fjárhags- og starfsáætlunar gerðar, við erum að nota þessi tæki, en að allar ákvarðanir og úthlutanir verði að taka mið af þessum þörfum þýðir að verða að liggja fyrir ansi mikil vinna sem ég held að við höfum engin tök á að skila. Þannig að ég legg til að við höfum þetta aðeins svona kannski raunsæðislegra en samt alveg miði að því sama og orðum þetta þá að bara til dæmis að taki bara að undirbúningur á ákvarðanatöku og úthlutun fjármagns að við skulum hafa þá til hliðsjónar þá vinnu sem liggi fyrir út úr kynjari fjárhags- og starfsáætlunargerð. Eitthvað þannig, aðeins opnara, mér finnst þetta ég held að þetta sé aðeins of fasta orðið kveðið. Svo staldraði ég hérna við næst í kafla 2.1.3 þar sem að hlutirnir texti hljóma svona með leyfi forseta. Reykjavíkurborg einsetur sér að vinna gegn kynferðislegu ofbeldi, vændi og mansali. Af þeim sökum er mikilvægt í samvinnu við lögreglu að sporna gegn rekstri nektardansstaða og rekstri sem snýst vændiskaup. Og ég hugsaði, hvernig skilgreinum við þetta? Hvað er þetta? Ég held að enginn myndi gangast við því að vera nektardansstaður. Hvernig ætlum við að taka á þessu? Og svo kemur rekstri sem snýst vændiskaup. Hvað er það? Mér finnst að við þurfum að orða þetta þannig þar sem fyrir liggur ég veit ekki eins og ég held að rökstuddur grunur sé ekki jafnvel nóg, en við þurfum aðeins að fjalla hvernig við ætlum að skilgreina þetta eða að það þarf að liggja fyrir eitthvað mat. Ég meina við vitum alveg að þetta er erfitt, en við getum ekki sjálf bara einhvern veginn pikkað þetta út. Við þurfum að hafa eitthvað skilgreiningatól, eitthvað matstæki sem að við þá getum leitað til að styðja þá ákvörðun, til dæmis að við ætlum bara að sporna gegn rekstri ákveðinna staða. Fólk verður að vita hvað við erum að meina og við verðum sjálf að vita hvað við erum að meina. Já, og svo er bara líka fannst manni svona gaman að lesa það að þarna er auðvitað komið inn í næsta kafla sem fjallar Reykjavíkurborg sem atvinnurekanda, að það er verið að fjalla að það skuli ráða umsækjanda af því kyni sem er í minnihluta í tilgreindi starfsgrein. Mér finnst gaman að lesa þetta og þetta geti þýtt heilmikið eins og fyrir þessar stóru stéttir sem við erum með, oftast kvennastéttir, eða fara að koma, bara það að sækjum kall, þá eigi hann miklu meiri líkur á því að reppa starf bara vegna kyns og það mér finnst það bara mjög gott. Svo kemur hér í kafla 2.2.3 undir Reykjavíkurborg sem atvinnurekandi, þá kemur Reykjavík, svo ég lesi hér beint upp úr texta með leyfi forseta, Reykjavíkurborg telur að launaleynd sé ein af uppsprettum kynbundins launamunar og að henni beri því að útrýma. Ég veit ekki alveg hvað við erum að segja. Hvernig ætlum við að gera þetta? Og ég myndi bara fá að vita, hvað menn eru að hugsa með þessari setningu. Ætlum við bara að hengja upp hvað allir eru með í laun eða verður það opinbert á netinu? Hvað erum við að meina? Svo er hérna svona alls konar smáatriði, myndi ég segja, sem að ég get nú bara komið til borgarfulltrúa Lífar Magneuðsdóttur í framhaldi af þessum fundi.
og já, ég held að ég sé nú ekkert að telja upp. Jú, hér er eitt atriði sem að mér finnst nauðsynlegt að telja upp. Og það er í 8. kaflanum og þar er fjallað trúarbrögð, stjórnmálaskoðanir og trúleysi. Mér finnst hér vanta áherslu á það sem ég tel að við gætum öll samþykkt, sem er sú að trúarbrögð eða lífsskoðanir eru ekki rétt hærri þeim reglum sem við höfum þjónustu. Og þetta fer ég að hugsa vegna þess að daginn heyrði ég dæmi, raunverulegt dæmi hér af landinu, þar sem að kona, móðir, neitar að taka við þjónustu vegna þess að samkvæmt hennar trúarbrögðum á sonurinn að sjá fyrir henni og sonurinn samkvæmt okkar lögum er barn. Og mér finnst allt í lagi að hnykkja á því að þjónustan er veitt samkvæmt trúfrelsið og lífsskoðanir ná ekki lengra en þar sem lögin í raun og veru ná lengra, trúfrelsið nær ekkert lengra en það sem lögin segja. Mér finnst allt í lagi að hnykkja á því hér, ég held við séum alveg sammála þetta flest allavega. Og það má alveg reyna að, ég held að við erum fljóta að koma fyrir einhverjum texta sem við erum sátt Já, þá held ég að, og vona ég sé allavega búin að færa rök fyrir því að við ættum að hugsa okkur aðeins taka vonandi þessi atriði til skoðunar áður en við bara samþykkjum þessa ágætis stefnu að þessu leyti og held að ég hafi bara mál mitt ekkert lengra. Jú, ein önnur rök reyndar eru þau að hér eru ekki borgarfulltrúar sem að venjulega eru hérna í salnum, þeir eru í fríi, þó þeir hafi haft tíma til að lesa stefnuna þá eru þeir ekki hér, en það er svo sem kannski, takið þeim rökum eins og þið viljið. En þetta er allavega rökin fyrir því að við förum fram á að fá aðeins meiri tíma með hópnum. Takk. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, já. Þetta eru svo sem smásmögulegheit sem að hafa komið hér fram í máli borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Oft þarf maður að heyra að þetta, oft segja þeir að eitthvað sé flókið þegar menn einfaldlega nenna ekki að gera hlutina. Og ég held sko að þetta sé raun ekki flókið vegna eins og hefur komið fram hér í máli mínu og annarra borgarfulltrúa, þá erum við þegar með ýmsum aðgerðum að uppfylla ákvæði þessara mannréttindastefnu. Og varðandi nektarstaðina þá erum við auðvitað með ofbeldisvarnanefnd og við erum með Suðurnesjamódelið og við erum í ýmsa stefnumarkanir sem að lúta að því að reyna að uppræta vændi og mansal í Reykjavíkurborg í samvinnu við lögreglu. Og við gerum auðvitað ekki hlutina nema í samvinnu við aðra, grasrótarfélög og aðra stofnanir Reykjavíkurborgar. Hér hefur komið fram líka í máli borgarfulltrúa að þetta sé eitthvað óskýrt eða óljóst. En það eru auðvitað sko þrenns konar skilningur á hugtakinu mannréttindi og það er lagalegi skilningurinn og pólitíski skilningurinn og svo siðferðilegi skilningurinn. Og það fer ekkert á milli mála að Reykjavíkurborg er í fararbroddi þegar það kemur að mannréttindamálum sveitarfélaga. Og við getum stigið fram fyrir skjöldi og gert meira en krafist er af okkur samkvæmt laganna bókstaf. Og það erum við að gera og mér finnst það metnaðarfullt. Og ég hefði viljað samþykkja þessa mannréttindastefnu hér í dag vegna þess að hún er búin að liggja lengi fyrir. Og hún er búin að fara í víðtækt umsagnarferli í öllum ráðum og nefndu borgarinnar og þjónustumiðstöðum. Hún hefur verið send út, það hefur verið sendur póstur til borgarfulltrúum að hún liggi frammi á netinu til rýnis
þið hafi haft fulltrúa í hópnum, þannig að við verðum svo sem við því að fresta þessu máli til næsta borgarstjórnarfundar og þá er þetta að koma með þessar smásmögulega athugasemdir. Í rauninni er þetta samt svolítill orðhengilsháttur. Og það sem að hvílir í kaflanum trúleysi og lífskoðanir og trúabrögð, það felur í sér að auðvitað erum við ekki að þvinga þjónustu þegar Reykjavíkurborgar til þess að þiggja tiltekna þjónustu. Eða, ég meina það getur verið valfrjálst. En svo setjum við líka strikið þegar það kemur að kennslu og fræðslu barna, til dæmis eins og samkynhneigð eða hinsegin fólk yfir höfuð. Börn eiga að þiggja fræðslu. Þannig að jú, við skulum skoða þetta, en þessar athugasemdir sem hafa komið hérna eru ekki, vega ekki það þungt röklega séð að við ættum að fresta sem við getum orðið við því, sjálfsagt. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir, lokið við það að veita andsvar. Þá eru andsvörum lokið og þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið. Forseti leggur til að við frestum þessum dagskrárlið. Einhver sem hreyfir andmæli við því? Ef svo er ekki, þá förum við í annað mál á dagskrá sem er umræða loftslagsmál.